Þessari viðbrögð þín eftir svona skelfilegan endi eða skelfilegan seinni hálfleik? Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því sko. Þetta alveg skelfilegt að tapa þessu svona. Frábær byrjun, rosalega einbeittir, vinni vörnina vel og fá hraðaupphlaup og náðu þessu öruggu forskoti. Svona, manni finnst svona að þetta vera að gerast svona svolítið trekk í trekk. Að missa svona leik niður. Það búið að gera svona 2-3 á tímabilinu og bara að laga þetta. Hvað svona þínum að munurinn á fyrri og seinni hálfleik? Bara algjör munur sko. Þetta bara, ég veit ekki, vörnin datt ekki, hún var að vinna svo vel í fyrri og ég var ekki eins góð í seinni. Svo svona 50-50 dómar í endan sem ekki að falla með okkur. Svolítið mikið. Já, munar svolítið kannski það svona þegar jafnt þarna 2-3 mínútur eftir. Akkurat. Koma nokkrir dómar sem svona svona þetta. Gríðarlega náttúrulega svo sem vitað að IPF myndi koma brjálað inn í seinni hálfleikinn. Kannski svolítið erfiðlega varnarlega fyrir ykkur. Já, þeir komu sterkir inn og þetta var bara gott lið, skilur við. Mjög góður. Hvað var að fara yfir í hálfleik? Hvað var að fara yfir? Já. Það var bara, við ætlum að koma áfram, halda áfram með vörnina og vissum að þeir myndi koma brjálæði til leiks. En ég meina, þetta gekk ekki í dag og... Náttúrulega, hryllilega súrt að missa svona leik niður en menn fljótir að jafna sig. Já, ég meina það leikur á næsta vindag, við erum bara að byrja að undirbúa okkur undir það, mótið fram, það bara úrslitaleikur. Eins og segir, tvisvar komið svona að missa svona leik niður staða liðsins. Svona maður skoðar að hörkulið sem á að vera með miklu fleiri stig. Algjörlega. Þetta er búin að vera þessi leikir sem við erum að missa niður, sem er búin að vera að byrja hrikalega vel, svo eitthvað klikkar sko. Þannig erum að missa þetta aðeins fyrir lokin og... Menn gýra sig bara upp fyrir fimmtæn? Já, algjörlega.